Heyrðu, ókei, takk fyrir þitt erindi, Sveinn. Ég sé það að við erum allir samtengdir hérna við félagarnir. Mikil áhersla á sem sagt, hópamyndun, tengslamyndun og tilheyra og það er dálítið leiðarstefið í því sem ég er að fara að tala um. Ég ætla að reyna að halda mig hérna, þetta er svona 20 mínútur, myndi ég giska á. Íslensk dægurtónlistar samfélög, ekki samfélag, út frá félagsfræðilegu sjónarhorni. Bara örstutt, ég er að fara að tala í rauninni, tvö svona samfélög sem eru svona alvöru samfélög, snúast eitthvað ákveðið og líka íslenska tónlistarsamfélagið í heild sinni. Ég útskýri þetta aðeins betur þegar ég fer hérna næstu glærur. En þessi fræði sem ég er að vinna með, það er annars vegar félagsfræði menningar, Sociology of Culture, og dægurtónlistarfræði, Popular Music Studies. Það er svona þetta tvennt sem við erum að fara að spá í hérna. Og bara svo ég útskýri mig, ég veit að sko, Sveinn er í mannfræðinni, ég er í félagsfræðinni, samtengd fög vil ég meina mjög, ég er nú sjálfur með BA-próf í félagsfræði og mannfræði. En bara þetta, sko, menningarlistalífið lýtur félagsfræðilegum lögmálum, rétt eins og önnur svið samfélagsins, heilsa, atvinnulíf, íþróttir, trúarleg afbrot, fjölmiðlar og framvegis, og ber að skoða með tólum þess. Þannig að svo það sé á hreinu, að þetta er auðvitað bara enn einn anginn í því sem er að vera manneskja sem við þurfum að skoða. Það er svo gaman að vera myndir, og þú veist með myndir, Sveinn, mjög gott, brjóta þetta eins upp. Ég ætla ekki að brjóta þetta upp með vídeói hins vegar, það er of flókið, en myndir. Mér sýnist þetta að vera Chris Martin í Coldplay, en ég greip þessa mynd bara af Google til að sýna svona, það sem ég er svo, hrifinn af og áhugasamur það er þessi samtenging sem gerist til dæmis á tónleikum eins og sést þessari mynd. Þetta sést kannski illa. Þetta er sem sagt Eddie Vedder, er maður sem stendur þarna við trommusettið og þetta er sonur Neil Finn úr Crowded House sem er að tromma og þetta er bara skjáskot af YouTube myndbandi þar sem, Liam Finn, þar sem trommunar dutt eitthvað niður og Eddie Vedder hleypur inn á sviðið og lagar diskastandinn. Og mér finnst svo gaman þegar ég fer á tónleika að fylgjast með hvernig tónleika virka, því það eru alls konar fólk sem gera tónleika. Það er fólki sem hellir upp á kaffi, það er fólki sem sér lýsinguna og það er fólki sem sér til þess sviðsmennirnir, sjá til þess að gangin og allt upp. Og þetta var bara svona lítið fallegt atriði sem sýnir að engin er eyland einhvern veginn. Það getur flett þessu upp einhvern veginn á YouTube. Þetta eru það voru tónleikar í Reykjavík og ég smellti þessari mynd sjálfur bara svona utan við tónleikana, bara skemmtileg mynd, einhverju 3 félagar bara að hvíla sig á milli tónleika, spjalla og spá og spekula. Það fyrsta sem ég ætla að kynna, þetta er eiginlega þrískipt, það er doktorsritgerðin sem ég skrifaði sem fjallar svona heildstætt hið íslenska tónlistarsamfélag, getur sagt. Og ég rannsakaði sem sagt dægurtónlistarmenninguna bygging hennar og virkni, þeir sem búa til tónlistina og flytja hana. Og þarna er enskt heiti ritgerðarinnar. Þetta var svona djúp viðtöl, ég talaði við 30 manns til að fá einhvers konar munstur eða svona yfirlit yfir hvernig íslensk tónlist virkar, íslensk tónlistarmenning. Og það voru svona 5 þemu sem komu upp úr ritgerðinni, þessi 5 sem þið sjáið, ég ætla nú ekki að fara að tyggja þetta ofan í ykkur. Ég ætla bara aðeins að segja ykkur frá þriðja þemanum, samfélagið og samskipti. Það er svona næst því sem við erum að tala í dag. Og þarna erum við komin í mannfræðina, takk hérlega fyrir. Það er mannfræðingur Ruth Finnegan sem svona var dálítið bara kjölfestan í ritgerðinni og hún bjó til þetta hugtak vegslóða eða pathways. Það er allir tónlistarmenn á ákveðnum vegslóða sem saman er búin til úr alls konar þáttum. Þetta er svona aðeins skilt kannski Field of Cultural Production, Bourdieu.
þú ert á ákveðnum stað sem tónlistarmaður og það eru svona kannski 10-15 breytur sem einhvern veginn stuðla að því hvernig þú gerir þetta. Og ég spurði einmitt tónlistarmennina meðal annars út í þetta, hvernig líður þér að spila með vini þínum og spila með öðru fólki, hvernig eiginlega funkar þetta. Og hérna eitt svar, þið getið lesið þetta, Höskuldur Ólafsson, Kvarasi, og mér svo fyndi hvernig hann lýsti þessu, því þetta var svona rosalega praktískt hvernig hann lýsti þessu. Hann var bara tannhjól í risastóru vélavirki og svona, vildi helst ekki vera í þessu, en gerði það samt. Og talaði mikið um það hvað honum þætti erfitt að vera í hljómsveit. Það var alveg dásamlegt, sko. Það var svona órómantísk sýn. Og reyndar eini maðurinn sem talaði svona. Þetta var svona grátlega bjartsýn ritgerð líka. Ég fekk engar svona hræðilega niðurstöður. Og þarna hann, annar frá vinstri. Guðmundur Andri, rithöfundur, þingmaður, tónlistarmaður. Mér finnst þetta svo flott, hvernig tónlist miklu meira að heldur en að bara mæta á æfingu og spila. Talaði hvað það væri gaman bara að vera samferða vini sínum á æfinguna. Þannig að við getum sett bílferð inn í þetta stóra mengi tónlistariðkunar. Sem í rauninni meikar alveg sens, skilur. Þetta ef við tölum þennan stóra þátt þess að vera tónlistarmaður, líka strætóferðirnar og það allt, sko. Og hann lagði mjög mikla áherslu á hvernig vináttan væri fyrst og fremst það sem héldi honum og félögum hans að, frekar en einhver stórkostleg, að vilja semja lög eða ná frama, það er það sem kannski kemur sér stað, en síðan bara samveran og vináttan hefur miklu meira að segja. Svo alveg svo með þessa Star Trek ráðstefnur, það tvennt að gerast, þú ert komin út af aðdánina á Star Trek, en síðan bara það sem þú tekur frá þessu kannski fyrst og fremst einhvers konar innri gleði að hafa hitt andans bræður og systur. Ég að hugsa upp á bara. Þarna hann lengst til hægri Guðmundur Andri. Þetta gáfaðasta hljómsveit Íslands, eins og taglínan sem þið nota. Og niðurstöðuna voru bara svona ósköp fyrirsjáanlegar kannski, Bourdieu og Becker fræðimenn, fólk stígur inn í fyrirfram mótað umhverfi, hvernig það búið til tónlist liggur oft í þörfinni fyrir vináttu frekar en að skapa, áhersla á mikla gjafir og una því að spila með öðru fólki. Og fólk talaði bara mikið um þetta, gleðina og hvað þetta væri nú uppbyggilegt alls. Síðan fyrir nokkrum mánuðum síðan, þá tók ég fyrir hljómsveitina Sykurmolana sem þarna og greindi þau og kannski aðalega smekkleysu sem svona einhvers konar hugsunartankur, útgáfa, klíka, ættbálkur og svo framvegis Sykurmolana og tengdra aðila og stofnaði 1986. Og ég svona mátaði þennan hóp aðeins við svona félagsfræðilegar kenningar. Og þetta tónar allt við það sem við höfum verið að tala um, hvort það Star Trek eða íslenskt samfélag, Sykurmolana smekkleysa. Og mér finnst flott komment frá Einari að mikilvægt að koma sér í vandræði og reyna að koma sér síðan úr holunni með hjálp vina. Það er svolítið flott. Búa til verkefni, búa til próblem í rauninni á svona positive problems. Þannig verður eitthvað til og hreyfing kemst og sköpunarferlið virkja, það eðlilega. Þegar þú þarft að bara leysa úr hlutum sem bara getur verið hið jákvæðasta mál. Ekki vandamál, bara verkefni. Og smekkleysa bara ágætis svona dæmi hvernig virkni lítilla vina og samstarfshópa hagar sér. Það meðlimir eiga sér sameiginlegar hugsjónir og markmið. Fattiði, þetta fólk á svipuðum aldri, með svipaðan bakgrunn og með áhuga svipari músík og svo framvegis. Neða jarðarrocksina sem þreifst í kringum Sykurmolana, útgáfa fyrirtækið smekkleysu, skýmir gott dæmi þetta. Tengslanet koma hlutum í verk og tengslanet smekkleysu lifir enn í dag. Bara smá svona sagnfræðileg lýsing, ég búinn að fara í þetta. Og við höldum áfram með myndir.
þarna ég gleymdi að nefna að það var mjög þekkt söngkona í þessari hljómsveit, Björk Guðmundsdóttir, hún er þarna hvítklædd. Ég sé að ég er svona hálfnaður með tímann, ég er á mjög góðum tíma, við erum bara cool. Þetta er ekki Sykamolarnir, þetta er fyrirrennari Sykamolanna, hljómsveitin Kukl. Hérna er svona smekkleysu gengi komið til New York að reyna að slá í gegn. Og þetta er hérna jazzsveit Konráðs B, þar sem svona alls konar fólk úr smekkleysu kom saman og fíblaðist með jazztónlist, og söngvarinn Bogo Melfont, hérna lengst til vinstri, varð til í gegnum þessa kreðsu. Og eins og ég nefndi, það sem hefur nýst mér rosalega vel í að reyna að skilja þetta allt er Howard Becker og bók hans Artbolts og Pierre Bourdieu, hérna Field of Cultural Production, og ég setti á smekkleysu bók eftir Michael P. Farrell, félagsfræðiprófessor í Buffalo, Collaborative Circles, Friendship Dynamics and Creative Work. Og hérna þessi bók hér. Bara ég verð að skauta í gegnum þetta, hann talar hvernig svona vinahringir, Circle of Friends og svona hópar virka. Og og þú veist, þetta hefst óformlega, allt í einu er þessi samsetning að hópurinn orðinn miðlægur í sköpun allra meðlima, hringurinn togar upp meðalmennsku fólkið. Þeir sem voru kannski ágætir tónlistamenn verða betri bara því að vera í þessum hring. Sameiginlegir sýn á hlutina þróast. Ég er meðlimur í smekkleysu og við gerum þetta svona og hinsegin. Ákveðnar siðvenjur þróast innan hópsins, kannski einhver svona bandir, einhver orð og setningar. Hver meðlimur fær sitt hlutverk, einn hringir og pantar rútuna, einn sér að prenta út plaggötin og svo framvegis. Hóparnir endast venjulega í áratug, en vart lengur en 15 ár, segir hann. Meðlimir fara síðan í eigin áttir undir rest, þú veist, svona hópar springa, bara eðlilega springaður undir rest, þegar egóin fara að stækka. Og smekkleysa er enda til ennþá, blómaskeiðið var samt svona 6 ára tímabil. Samstarfið heldur alveg áfram, en það er lausara í snið. Fólk eldist og fer eigin leiðir, en kenningar Farrells lýsa smekkleysu alveg ágætlega, ekki sagt. Ég ætla síðan að enda á að tala nýju smekkleysu, svona smekkleysa VAF 2.0, eins og með Star Trek ný þáttaröð af smekkleysu. Það er útgáfa á sama svona listasamlag, skulum kalla þetta, sem heitir Postdreifing. Þetta er logoið þeirra. Og alveg svo með smekkleysu, þá er svona flippað logo. Hérna er mynd af meðlimum, þið kannist við eitt annað kannski, frá fyrri mynd. Og þetta eru krakkar, þetta er eldri núna, þetta voru allt unglingar þegar þetta byrjaði. Kannski 17 til 21, eitthvað álíka. Og mér hefur þótt mjög merkilegt, ég hef fylgst með þessum hópi svolítið náið gegnum störf mín sem tónlistargagnrýnandi. Og einn meðlimurinn, hann skrifaði sem sagt BA-ritgerð póstdreifingu og tek það fram, við vorum með risastóran disclaimer að hann væri tengdur þessu og fórum í mikla langloku að enga síður væri að þessi virði, að hann setti upp fræðileg gleru á þetta. Og hann svona skoðaði þetta út frá, þetta var stjórnmálafræði-ritgerð og ég leiðbeindi þessari ritgerð, hann skoðaði þetta út frá stjórnmálafræðilegum kenningum. BA-ritgerðin heitir, og dreifing er hafin, listasamlagi póstdreifing í ljósi anarkískra skipulagskenninga, Jóhannes Bjarki Bjarkason höfundur. Hann notaði anarkískar skipulagskenningar Colin Ward og samhjálpskenningar Piotr Kropotkin og tala líka DIT, sem sagt ekki do it yourself, heldur do it together. Það er svona nýtt svona twist á þetta DIY. Hann skoðaði líka aðeins önnur íslensk dæmi póstdreifingar fyrirbæri eins og smekkleysu, tilraun eldhúsið, Kitchen Motors
og Slátur sem svona nútíma tónlistar hópur. Það sem sker póstdreifingu, sko, hún á margt sameiginlegt eðlilega með Smekklaus og öðrum svona listahópum, en þetta lýsir bara hvernig kynslóð þetta er nýja kynslóðin. Þannig að fyrir mig, ég er alinn upp í kapítalisma á Vesturlöndum og ég var barn þegar Reagan tímabilið var, þannig að ég bara vanur einhverjum svona stórum egóum alltaf og þarna svo lítið ego. En til dæmis í Smekklausu, þar var nóg af egóum. Þó að þetta væri alveg sæmilega flatt, það var engin beinlínis sko í forgrunni þar, en samt voru egóin stór. Í póstdreifingu er þetta miklu, miklu minna. Þau eru upptekin af pólitík og umhverfismálum, kynjafræði og öllu slíku, eðlilega. Það er bara fylgir dálítið þessari bara upplýstu kynslóð sem er að kenna okkur gamlingjónum svo margt gott. Engin áhuga frægð í póstdreifingu. Sko, Smekklausu hljómsveitirnar reyndu mikið að slá í gegn. Ein þeirra sló í gegn, Sigurmálarnir, og Björk sló í gegn. Og það var mikið reynt að koma öðrum hljómsveitum líka út á stóra markaðinn. Á meðan, nú er vetrarpestin að koma, á meðan póstdreifing hefur lítinn áhuga á þessu. Þau eru miklu meira lokal. Afar flatt og hauslaust skipulag. Niðurstöður Jóhannesar voru þessar kenningarramminn sem var notaður byggir á þeirri forsendu að til þess að skipulag myndist þurfi ekki yfirvald til að halda því saman. Þetta er svona þessi anarkíska pæling. Þú þarft ekki að vera með big boss man svo að hlutinni gangi upp. Anarkískar hugsjónir. Þú getur bara verið, þetta er svona eins og AA samtökin sem eru hauslaus samtök. Það er bara rekið á skrifstofunar og allt þetta er allt rekið á flötu kerfi sem fólki finnst algjörlega ótrúlegt, sko, það sé yfir höfuð hægt. Og það er þessi andkapitalíska hugsjón hjá póstdreifingu sem er algjör. Og mikið að koma bara inn einhvers konar rými til að skapa listir, fyrst og fremst. Fleiri niðurstöðurnar sýndu fram á póstdreifing auk listasamlaga þriggja eiga það sameiginlegt að eiga sér hliðstæður í anarkískri hugmyndafræði. Þessi einkenni eru sjálfboðavinna, hagnýt virkni, skipulagsheildir sem tímabundin og smá. Sjálfboðavinnan auðvitað hefur mikið að segja. Örstutt inn í lokin, ég er komin í 18 mínútur, frábært. Samanburður, samantekt, það er þetta bara þessi kynslóðmunur, Smekklausa og póstdreifing. Og þetta úr ritgerðinni minni var kannski bara meiri svona upptektur að þessu. Í minni rannsókn, allir sem ég töluðu við, sem var allt fólk komið yfir sirka 30, allir viðurkenndu að þeir hefðu verið tilbúnir í að vera heimsfrægir. Smekklausa, frægð, ekki vandræði með kapítalisma, en það var alltaf svona gert grín að kapítalismanum, ef það var til peningur í Smekklausu, þá var honum eitt bara einhverju vitleysu. Það var svona, virtist vera mottóið þar, ótrúlegir. Bjuggu til eitthvað fáránlegt gos eða eitthvað álíka bara til að eyða öllu peningunum og listin alltaf númer 1 og gjörningar. Póstdreifing, andkapitalist, áhersla á að búa til svigrúm, fyrst og fremst til að skapa, hauslaust, ekki frægð, hópefli, félagsleg smitun, fyrirmyndir, hermívingill. Öll þessi félagsfræðilegu hugtök raðast þarna inn. Félagsleg smitun, að eiga sér fyrirmyndir, hópefli og það sem gerist í hópum. Og bara þessi lokasetningin, ekkert verður til í tómarúmi, við erum alltaf félagsverur fyrst og fremst, staðfest. Takk fyrir mig, þarna eru góður hópur af góðum mönnum að spila saman og létu ekki COVID stoppa sig í að koma saman og djamma á gítara. En ég þakka kærlega fyrir mig.